Kári, í hverju felst starfsemin hér hjá þér? Hún felst nú nánast eingöngu í því að ramma inn verk. Já. Sama hvernig það eiginlega. Myndlistaverk, ljósmyndir, landakort. Bara ýmislegt sem hægt að setja í ramma. Já. Það setjum við í ramma. Og hingað koma einstaklingar með alls konar verkefni handa þér? Já. Bæði einstaklingar, myndlistamenn og söfn og fyrirtæki. Já. Útgerðarfélög. Já. Og hvernig velur maður ramma á málverk? Velur þú kannski fyrir mig? Nei. Maður svona reyna að finna hvað fólk vill og svona hvort það hefur einhver ákveðna skoðun á hlutunum. Já. En síðan hjálpa þeim til að velja. Já. Og náttúrulega reyna að velja sem að hæfir myndir mestu. En svo ýmsar sérþarfir og þá ræðir fólk hvað það vill utan. Já. Og mikið að gera? Hvernig er tíðin núna? Hún bara svona jafn og þétt. Þetta orðið þannig, það eiginlega helst bara á sumari sem að rólegt hjá mér. Já. En svo þetta svona jafnt og þétt bara allt árið. Já. En hvenær komstu hingað í Hríseyjarlund? Ég kom hingað 2009. Já. Maður verið þetta í 5 ár. Já. Þetta bara ágætt að vera hér. Já. En partur af starfseminni þinni er að ramma inn verk fyrir heilu sýningarnar, ertu með dæmi slíkt? Já. Eitt af þessum stærri þá er ég ramma inn fyrir Goslagáttina í Vestmannaeyjum. Þá er 65 ljósmyndir. Já. Sem var svona sölusýning. Og þar var myndir sem hún gerði inn á Minjasafni. Já. Svo reyndi að ramma inn í, ég held að það var í fyrra. Þá ramma inn 100 eitthvað myndir fyrir Minjasafni, þá voru ljósmyndasýningu þar. Og svo hef ég verið að ramma inn ljósmyndir í Keiðhúsið, það sem var að breyta. Og ramma það ljósmyndir af gömlum Akureyrarmyndum, bæjarlífsmyndum. Svona. En hvað ertu búin að vera lengi í þessum rekstri? Ég er búin að ramma síðan 1987. Þannig að þetta 27 ár sem ég er búin að standa í þessu. Já. Hérna erum við með 2 verkefni sem þú ert að vinna að. Segðu mér aðeins frá þeim. Þetta er eitthvað lokaverkefni sem eru ljóð á spjaldi og þetta er að koma 7 pör af vettlingum, mismunandi. Já. Og það fer semst í svona djúpan ramma sem að gler frá. Það verður svona eins og þrívídd bara inn í rammanum. Og svo er ég akkurat hérna með að vinna fyrir Síldarminjasafnið á Siglufirði. Það er skipulag Siglufjarðar. Gamla góða skipulagið þeirra? Gamla, já. Já, það lítur. Hvernig hafnirnar eru hérna. Síldarhafnirnar allar? Já. Og þetta væntanlega fer upp á Síldarminjasafnið. Já. En ég sé að þú ert með spjald Jón Guðmann verslun, ætlar að segja mér aðeins að henni, af aðeinum. Já, þetta er eiginlega gamalt spjald sem var með utan á versluninni hjá sér niðri í Hafnarstræti. Á 3. áratugnum. Og ég fann þetta upp á Skarðið þar sem ég keypti húsið sem hann bjó í. Já. Og þar fann ég þetta inn í hæstnahúsi og gerði þetta upp. Og það er mjög skemmtilegt að hafa þetta hérna á staðnum. Og það eru margir sem muni eftir þessari verslun. Hún var það sem gamla kjötbúðin var. Það hefði nú verið bara 7. áratug. Já. Og hvað var hann að sýsla með? Þetta var svona bara allt mögulegt. Matur, gjafavara, fatnaður, leiðtökuröftur og svona ýmislegt svona verslun sem maður sér ekki í dag eiginlega, þetta er svona allt núlíkt. Já. Er alltaf nóg að gera? Er unga fólki jafn duglegt að koma það var einu sinni eða er þetta? Já, það breytist ekkert sko, ég er með alla aldurshópa, alveg upp úr og niður. Já. Og það er svona, mismunandi sem fólk er að gera í kringum sig sko. Já. Og svona, kannski er aðeins öðruvísi á yngra fólkinu, heldur en þessu eldra.
Hafi ekki allir þörf fyrir að skreita hjá sér? Jú. Og líka gaman að fólk hefur svona mismunandi verðmat á hlutum sem það að láta ramma inn, sko. Já. Ég með eitt til svona kjarvalsverk hérna, til dæmis. Og svo eru svona, líka svona skemmtilega barnateikningar sem fólk vil varðvita og eiga, sko. Þannig þetta svona allt flóran bara. Já.